Þetta er verkefni 1 í Excel. Við erum búin að skrifa hér inn texta og tölur og nú ætla ég að sýna ykkur hvernig þið leggið saman tölur með summufallinu. Ég er búin að skrifa hérna orðið samtals og feitletra það. Nú er ég stödd hér þar sem að niðurstöðutalan á að koma, það er að segja samlagningin á þessum tölum og ég smelli hérna á summuhnappinn. Og þá sjáum við að það stendur að þetta er sama sem summan af tölunum í B3 til B5. Ef ég ýti hér á Ctrl og Enter þá er ég áfram í hólfinu. Þar er ég ekki að fara úr því og inn í það aftur. Og ég fer hér á hot-rateinn. Sjáðu hérna hvernig bendillinn breytist í mjóan kross og ég afrita hér yfir í næsta hólf. Af því það er sama formúla hér. Summan af C3 til C5 og hérna var summan af B3 til B5. Ég ætla að setja snöggvast 1000 punkta á tölurnar til að þær verði læsilegri. En ég ætla að setja líka D-dálkinn í blokk og ég fer hér í number og haka við use 1000 separator. Er með number valið og OK. Og þið sjáu að tölurnar eru læsilegri. Nú ætlum við að leggja saman þessar tölur hér og afrita niður. Þannig að ég er stödd hér í hólfinu, smetla á summuhnappinn. Nú er þetta summan af B3 til C3. Ít á Ctrl og Enter og fer á hot-rateinn og nú get ég afrita formúluna niður. Í bókinni eru niðurstöðutölurnar feitletraðar og með skyggingu á bakvið. Þið þurfið ekki að gera það í þessu verkefni. Það er bara til að segja ykkur að þið eigið ekki að skrifa inn tölurnar, heldur setja formúlur. Nú ætla ég að setja hérna grunnlínur, setja þessa línu hér í blokk, A5 til D5 og fer hér og smetla á bottom border. Og hérna sjáum við að það eru formúlur í hólfinu, þannig að ef ég breyti einhverja af þessum tölum hér, að þá breytast niðurstöðutölurnar í samræmi við það. Ég ætla að vista og sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið dragið frá margfaldið og deilið og svo framvegis.